Já, komið þið sæl. Nú langar mig að sýna ykkur flýtivísa. Hér á vinstri vængnum er hnappur sem heitir flýtivísar. Hingað förum við inn og þetta eru svona orð sem að kalla á athygli. Þetta eru orð sem að flytjast ekki upp á Mamma. stikuna en heyrast upplesin. Alls ekki. Það eru flokkar hérna inni, kvæður og félagslegt, persónulegar þarfir, tilfinningar, spurningar, lagfæringar þá ef eitthvað hefur misfarist í tjáskiptum eða í samskiptunum og svo mínar setningar þar sem að hægt er að bæta við bara hverju sem er, einhverju sem að við viljum að til sé fyrir þann sem notar. Kveðjur og félagslegt, þar eru alls konar orð og þið sjáuð alla hérna auðurhnappana að hér er hægt að bæta við orðum eins og hver og einn vill, persónulegar þarfir ef það þarf að fara á klósett eða ef viðkomandi er þyrstur eða svangur. Og þið sjáuð að hér er ég með kvenkyns útgáfu, það er bæði hægt að velja karlkyn og kvenkyn. Í þessu tilfelli er ég með kvenkyns útgáfu og tilfinningar hvernig manni líður og hér er að sjálfsögðu líka hægt að bæta við spurningar ef það er eitthvað sem að viðkomandi þarf að geta sagt strax á einfaldan hátt og lagfæringar ef eitthvað hefur misfarist og svo eins og ég sýndi ykkur áðan hérna, mínar setningar. Þetta eru sem sagt flýtivísarnir og þetta er mjög gott að geta notað einmitt flýtivísa og geta komist einmitt í já og nei og hérna geta kallað á mömmu og pabba og hér er jafnvel hægt að setja inn fleiri persónur ef ykkur þarf að segja nöfn á einhverjum í nærumhverfinu og það væri hægt að setja bæði ljósmyndir eða þá bara tákn fyrir þá og nöfnin á bakvið. Allt eftir hvað henta hverju sinni. En þetta var svona rétt aðeins flýtivísina. Takk fyrir.